Góðan daginn, YouTube! Klukkan er að ganga 8. Ég er einvöknuð. Brynjar er alltaf fram Óli á leikskólanum í dag og hann þarf ekki að mæta í vinnu fyrir 9, þannig að maður Óli var að sofa aðeins. Þau vaknar örugglega eftir svona 20 mínútur, hálftíma. Ég ætla að reyna að fara út úr húsi eftir svona 20 mínútur. Komið með kaffi, búin að fá mér steinefni og kreatín. Ég er að gera nesti fyrir Brynjar, hann er að fara að vinna í 15 tíma í dag, þannig ég er að hjálpa honum með að græja nesti. Ég er að gera flatköku með harðsjóðnu eggi. Ég fæ mér þetta í nesti bara eiginlega alla daga. Mér finnst það gaman að vera að vlogga núna og þetta var bæði mjög mikið skyndimyndband. Myndið var mér sko í hleðslu út af því að ég var væntanlega ekki búin að plana þetta myndband. Þau bara gerast í... Ok, málið er, ég ætlaði að taka TikTok-vlogg og ég var að byrja að taka, ég var búin að vlogga, þú veist, fyrstu 20 mínúturnar af matnum mínum og svo eitt ég því óvart og þá var ég bara, ok, ég ætla ekki alltaf að vera meina reiki og þá ákvað ég bara að herða það, kannski bara hoppa á YouTube. Ok, ég verði að sína, ég myndi alveg mínu okkur deg, ok, ég verði að sína ykkur á símann. Þetta er bara hangandi yfir bílunum. Nei, sko, ég sé bara fyrir mér þetta dettur. Ég get eiginlega ekki hægt að horfa fyrir en þetta er komið á jörðina. Og hvað er þetta? Er þetta strompur? What is this? Hvert á þetta að fara? What is it doing there? Þetta er sko sorpugámur. Er þetta sorpuhús? Er þetta nýja leiðin sem að er... Þetta er, oh my god, ég hef aldrei séð þetta áður. Sjáu þetta hana, ops, sjáu þetta efsta. Þetta er ruslið og hitt er, oh my god, hæ? Nei, ég er í menningarsjokki. Grái steypubúturinn fyrir ofan í jörðina og fyllist að rusli og þetta efsta er bara tunnan. Ég vissi ekki að ruslinn sem lítur svona út fara svona langt ofan í jörðina. Ég er í sjokki. Ok, bæ, ég er hægt að pæla þessu. Ógeðslega mikið vætti hérna, inngrip í vídeóið. Hvað var ég að segja? Ég var vloggaði pínu seinast og þú veist, það er allt öðruvísi að vlogga þannig heldur en bara hversdagslífið mitt og síðan þú veist, á undan því var ég búin að vera í framkvæmdavloggum og þá var ég bara að sýna framkvæmdartengt. Þannig mér finnst ógeðslega langt síðan ég bara svona kveikt á myndavélinni og var bara svona geðvægt að spjalla við ykkur og bara ekkert og bara sýna ykkur frá einhverju, eða þú veist, þurfum við ekki að henda fyrsta haustmyndbandinu upp. Mér langar svo að gera eins og ég sagði í seinasta myndbandi, svona reset series aftur út af ég er í svo miklum reset gír. Ég mæli svo mikið með að fara, ef þið eru að fara til útlanda í sumarfrí, að fara í ágúst og koma heim þegar allir eru að byrja í rútínunni sinni aftur af því, nei sko, ég var svo tilbúin. Ég er að píla egg. Ég var svo tilbúin í að bara að byrja að vinna, Óli að fara í leikskólan, byrja að mæta æfingar, þú veist, I was so ready for it, þannig að ég er svo mikið svona, ok, mánudag nýtt upphaf, 1. september nýtt upphaf, nýtt ár nýtt upphaf, þú veist, allt svoleiðis peppa mig svo í rútínunum minni, þú veist, að geta sagt þetta, bara, nú er komið nýr mánuður, náttúrulega nýr markmið. Ok, þessi skápahurð, út af ég er með ykkur í skápnum, sko. Nú er það mjög dugleg í vikunni að mæta æfingar og borða holt og skipuleggja daginn minn og halda íbúin í beinni og allt svoleiðis. Þannig að þetta er kannski svona smá, bara svona fylgja mér í rútínuvlogg, en samt langar mér í næstu viku ef ég man að taka svona september reset þar sem er svona svo ýktari útgáfa af rútíninu minni og þar sem ég sýni ykkur alveg bara hvernig ég heldur rútínu. Ég var að jappa svo mikið að ég er ekki eins og búin að smakka kaffið mitt sem ég gerði fyrir svona 20 mínútum. Ég ætla að leggja stend svona... Ok, ég ætla að leggja stend til 5 mínútur greinilega. Tíminn líður svolítið hrætt þegar ég tala. Hoppa í íþróttaföt og skipti yfir í símamyndarana og leyfa þessari myndavél að hlaðast þá til ég kem heim á eftir. Ok, Óli sérst vaknaði. Skemmti fléttana mína. Thank you, Óliver. Þannig ég tafiðist aðeins, ég var að spjalla við hann og svo var hann smá svona lítið glísur ég að vera að fara. Þannig klukkan er 20 mínútur yfir 8. Ég ætlaði að vera mætt í ræktina svona 5 til 10 mínútur yfir 8. En ég er með alveg frekar lítinn tíma á æfingu í dag út af því að ég er fyrir tannlæknis. Ég er sem sagt með, þú veist, góm
bak við tennurnar eftir spangir og efri gómurinn losnaði fyrir örugglega svona 1,5 mánuði síðan. Ég bara vissi að ég myndi fá frekjuskarð. Ég fæ alltaf frekjuskarð þegar gómandi mín er brotnað eða losnað. Það gerðist, ekkert svo langt áður en ég fór í sumarfrí og ég átti bara ekki krónu til þess að fara til tannlæknis af því við vorum bara það kom upp smá framkvæmdarvesen á baðherberginu og við vorum að fara til Tenu þannig ég bara allur peningurinn okkar var að fara í það. Ok, nú er ég að tala og ég er alveg að koma æfingu. Fyrir utan tannlæknastofuna, ég ákvað að mála mig ekki í gyminu. Ég ætla bara að mála mig. Ég vona að ég fái svona klukkutíma heima áður en ég þarf að fara niður í vinnu af því að ég á tímasett 9:40, hún er 9:30 núna og ég er bara svo hrædd að ég þarf að bíða í svona 40 mínútur hér. Eða þú veist, að tímanum senki 40 mínútur út og sko bæði, hún er að tróða mér inn og maður þarf alltaf að bíða svo lengi á tannlækni. Ég er komin heim. Ég þurfti bara að bíða 6 mínútur eftir tannlækninum og ég þurfti ekki að borga neitt núna en ég er smá hrædd ég þarf að borga svona 100.000 kall eftir 2 vikur. Hún skipti ekki gámnum út og hún lagaði ekki frekjuskarðið að því að ég vil segja ykkur frá þessu á meðan ég mála mig. Ég keypti þessa hér í Normat, heitir ekki Normat hana, búðin sem er í Svíþjóð og Danmörku og þetta er bara svona body oil, hún kostaði svona 500 kall. Og maður verður svo, ekki body oil, svona shimmer, glimmer body shine. Ég veit ekki hvort það sjáist. En já, ég sem sagt mætti og þær sáu náttúrulega bara historíið, að gómurinn uppi hefði brotnað nokkur sinnum áður. Þannig að þær voru eitthvað að segja að fyrst að hann hefur verið svolítið að brotna hvort við ættum ekki að prófa eitthvað nýtt og gera svona, hvað heitir þetta, skinn. Ég held að það hafi kallað þetta skinni. Sem er bara svona glærgómur sem er alveg svo tennurnar sem ég set yfir tennurnar. Og það á að ýta tönnunum saman. Þannig að þegar að mér finnst tennurnar vera eitthvað að byrja að vera pirrandi þá ég að nota það. Ég hef eftir að lýsa þessu betur fyrir mig. Núna hef ég verið að búa til dæmið. Þannig að já, ég verð með frekjuskarð í allavega 2 vikur viðbót. En ég er búin að gera með 2 maískökur með jalapeno hummus og kaffi. Það er hættulegt að eiga kaffi af því að ég drekk miklu meira kaffi þegar ég á það tilbúið inn í ísskáp. Ég er að fara að vinna ekki lengi, ég er að fara að vinna í kannski 3 tíma. Og já, ég ætla bara að borða, ég er að bíða eftir að þetta afþyðnist aðeins, þetta er acai grunnur, svo gott, þetta er sama og Mackay notar og ég ætla að búa mig til acai skál. Við erum liðnar öll svona 20 mínútur og acai skálinn er orðin aðeins mýkri. Ég fíla þegar hún er svona smúð, ekki öll svona frosin, þá fæ ég svo mikið brain freeze þegar ég borða það. En ég ætla semst að sýna ykkur það sem ég lærði á Tenu. Af því alltaf þegar ég fæ mér acai skál þá er must að vera með hnetusmjör en mér finnst svo pirrandi oft þegar maður svona fær hnetusmjör efst og svo allt í einu bara er hnetusmjörið búið bara allt í einu og það bara týnist í skálinni en þegar ég var úti þá er staður sem gerir svona acai skálar í svona take away glasi svona alveg svo fær bara kaffi í svona plastglasi en ég er búin að vera að fá mér í glasi eftir ég kom heim það er ógeðslega gott og svo tek ég hnetusmjör og ég svona smyrða svona aðeins meira. Þá setur maður grunninn og múslíið og þá getur þú svona tekið alltaf af hliðinni hnetusmjör og þú veist borða hringinn hnetusmjöri, það er hacks og nú ætla ég að gera smúðskál. Jæja, klukkan er að ganga 6, ég fór að vinna. Ísbúð. Og við erum fyrir þetta ísbúð, eins og Ólega segir. Við vorum í sundi, varum eitthvað smá crazy. Já, það er bongo í dag og við fórum í sund. Vorum við í rennibrautinni? Já.
Já. Eina leiðin til að ná honum upp í sundi var að spyrja hvort það myndi á ís. Þannig við erum mætt fyrir utan ísbúðina. Engin leikskóli. Nei, búin í leikskólanum í dag. Við erum síðan á leiðinni í mat til mömmu. Ég bað hana um að gera Mexíkósúpa brauð í kvöld. Þannig að ef ég var ekki að leið mat til mömmu, þá myndi ég fá mér ís líka. En ég get ekki verið að fá mér ís án ég fæ með mat til mömmu. En ég ætla alveg að kaupa ís fyrir hann. Nei, Kali. Daginn vlog, það eru 2 dagar síðan ég vloggaði sérst ekkert í gær. Ég í hvítum langarómból frá held þetta sé Shein. Held þetta sé Zara, svona hör, ég veit ekki hvort þetta sé hör, en svona semi-hör buxum. New Balance skóm. Þannig að maður er svona aðeins put together. Oliver er í ógeðslega peysu úr maður veit ekki hvað margir þetta eru, Natalie keypti hana Natalie keypti hana fyrir hann. Einu hreinu buxurnar hans eiginlega. Veit ekki hvað skór þetta eru og Spiderman húfa. Við ætlum að fara í búðina. Ég hata þegar hann fiktar í hárinu mínu þegar ég með slipback. Go away. Því þá bara bruglar hann allir. Við erum sérst að fara í búðina. Kaupa fyrir svona helgina og svona kannski aðeins og svo fer ég, í vikulega búðarkaupin á mánudaginn. Komum bílinn? Já. Komin kýrbúðina. Kýrbúðina? Já. Nei, nú ert að plata. Hestubúðina? Já. Neip. Svínabúðina. Ég mun komin í svínabúðina. Manni. Duglegur. Hvað er næst? Næst er keks. Já. Næst er, okkur vantar þetta eitt hér. Okkur vantar paprikukrydd. Settu hann í. Svona. Ég vil það stór. Settu hann í. Nei. Þú verður bara að halda þessu. Já. Ok. 3 pokar, 17.000 krónur. Óli er að leita að trúðisnum sínum. Sérðu hann? Hann er ekki hér. Er það hér? Já, ég held hann sé hér. Viltu fá? Já. Ok. Komin heim og er að ganga frá þvotti. En ég og Óli erum semst bara ein í dag af því Brynjar tók aukavakt. En hann er að vinna í dag en hann er ekki að vinna á morgun. Mér langar eiginlega ekki að eyða mínútum í þennan dag því ég er örugglega bara að fara ganga frá í allan dag. Ég held að ég sé því mér ekki að fara að gera neitt skemmtilegt með honum Oliver. Þetta er náttúrulega smá stór helgi af því að 1. september er á mánudaginn og það verður nýr reset-mánuður. Oh my god, ég var að komast inn í Pilates Club. Ég er búin að bíða í 1,5 mánuð og ég er svo spennt og þetta er svona fullkomin tímasetning að ég ætla að fara í fyrsta tíminn þá á þriðjudaginn sem er 2. september. Þannig þá er ég ennþá meira peppuð í að gera svona reset af því nú er ég komið nýtt inn í æfingaplanið mitt. Mér langar að fara að kaupa grip, sokka fyrir Pilates. Ný æfingaföt, maður má alltaf byrja mánuðinn á nýjum æfingafötum. Mér langar mig smá að fara í rúmfó og kaupa svona koll inn í herbergið hans Olivers út af því að mér langar að byrja að svæfa hann inn í sínu herbergi. Og það er alveg svolítið erfitt að svæfa hann. Við erum upp í rúminu hans að svæfa hann út af því að rúmið hans hann á svona IKEA-rúm, svona barnarúm, sem er bara, lengdarstillingin er bara í stysta og það getur verið svolítið pirrandi að vera upp í rúminu að svæfa hann. Þannig að mér langar að kaupa svona koll sem maður getur bara svona setið hliðin á rúminu og svæft hann, á meðan hann er í rúminu. Mér langar að fara í IKEA líka og kaupa kerti fyrir haustið, bæði fyrir heimilið og fyrir Lass-stofuna. Ég er komin í svo mikið kertasíson. Ég sá TikTok sem var eitthvað svona, einhver gælla sagði eitthvað svona, ég fattaði í morgun að sumarið er að klárast og ég er bara svona, sumarið er búið fyrir mér. Það er komið haust hjá mér sko. Það eru mér svona komin gul lauf á eitt tré sem ég keyri alltaf framhjá. Þannig já, það er komið haustsíson sko, hjá mér allavega. Við ætlum að vera saman bara við 2. Svo fer ég að elda kvöldmat eftir og langar kannski göngutúra eftir? Langar göngutúra eftir? Göngutúra eftir. Já eða nei? Já. Woo! Ok, segðu bye. Segðu sjáumst á morgun.
Okkur bæ. Góðan daginn. Þið eru að fá smá sneak peek á baðherberginu right now, en það er ekki tilbúið, þannig að ég veit að sjá hérna eitthvað what's going on here. Þú veist, en smá sneak peek af, það er ekki svartar flísar lengur þegar ég tek upp inn á baði. Ég fór ekki að sjá meira um þetta af því ég lofa að þið fáið framkvæmdavlogg. Það er bara búið að vera allt í örgli með þessar framkvæmdir. Sko helsta sem á eftir að gera er að mála. Ég ætla að hafa veggina einhvern veginn skemmtilega mála. Svona að lækka skápinn sem ég er með ykkur hérna í, þú veist. Hann er svolítið ofarlega. Og já, og svo þarf bara að setja smá detail hérna inn, þannig að baðið er að verða ready. Ólafur svaf út í dag. Þannig að ég fikk aðeins að sofa út sem var ógeðslega næs, en ég ætla að sjá eftir í kvöld út af því að hann á ekki eftir að sofna á góðum tíma. En ég ætla að fara út að hlaupa. Ég hef ekki farið út að hlaupa í, ætla að sé ekki leinar 5 vikur. 5 vikur síðan ég fór senst út að hlaupa. Ég ætla að beilaði á Reykjavík maraþonið, eins og ég sagði á TikTok. Komin í íþróttatopp og ból, aftur að fara í langar hlaupistup sem það er geggjað veður. Ólafur er að horfa á tennisvloggið, hann er búinn að vera að biðja það aftur og aftur af því að hann elskar þarna partana sem ég set svona tónlist undir og svo set ég svona klippur. Hann er alltaf að biðja að horfa á þær klippur aftur og aftur og aftur. Njótið þess að hlusta á röddina mín í bakgrunn á meðan ég vlogga. Ég pantaði mér inn á World Class Gymwear í gær út af því að þegar maður skráir sig í Pilates þá fæ maður svona afslátt að kóða inn á World Class Gymwear, þannig að ég nýtti það og ég keypti mér nokkra hluti fyrir Pilates og ég er að pæla að sýna ykkur það bara í næsta vloggi sem að verða reset vlog. Og hvað er? Viltu gráta? Ég verið gráta? Nei. Það er bara plata. Herðu, það er bara sturlað veður. Vilt sé alveg 15 gráður og ég fór undir í langurma peysu. En það er alltaf leið. Það er alveg kósí að vera smá heitt þegar maður hlaupur. En ég ætla alltaf að tanna my legs á meðan ég hlaup. Kilometrar, 3 kilometrar. Fjórir kilometrar í dag. Herðu, við erum komin í bakari. Ég held ég get ekki að sitja úti, það er svo heitt. Það er sko alveg logn hérna. Ólafur er sko að biðja um að fara inn að borða. Ég held ég hlusti bara á hann. Ef við setja hér, er þetta betra? Mamma stýta hér. Ok, kleiningur, Ólafur. Þetta er fyrir mig líka. Ég okkur byrja að koma já, jú, kannski við þetta. Og þetta. Ég elska að kaupa með gríska jógurt á ávöxtum. Og Brynja fekk sér. Hvað er þetta? Pastaréttur á brauð. Heyrðu, það er bara eitthvað lengsta röð sem ég hef séð í húsdregarinn. Hann nær sko bara út úr húsinu og bara inn í Laugardalinn. Og það er eitthvað blöður, það er svona hátíð í gangi sem ég vissi ekki af. Þannig að þarna er einhverju hoppukastalar. Já, þannig að við vorum sko tilbúin að beila en svo sjáum við akkurat losna stæði og ég tók það sem sæn að við ættum að fara því það er ómögulegt að fá stæði hérna sko. Sjáum við þetta? Ég þarf að ná mömmu hérna. Hvað er pappi með? Getur steikja upp henni. Þetta
Segðu takk, pabbi. Takk, pappi. Við erum komin til mömmu og ætlum að grilla hérna í kvöld, hamborgara. Það er eitt sem ég verð að gera og ég er búin að vera að fresta því mjög lengi og það er að þrífa bílinn. Og ég sagði það er 1. september á morgun, ég get ekki tekið reset þegar bílinn er ógeðslegur, hann er ógeðslegur. Ég kom með svona klúta, ruslapoka, ég ætla að reyna að ryggsuga hann og skóla motturnar. Þá er hann orðinn hreinn. Ég myndi að þrífa stólunar og ólífæs líka eins og ég gat, ógeðslega leiðilegt að þrífa bílstæla. Já, þetta lítur miklu betur út. Ég hef aldrei getað sýnt ykkur bíl fór, sko. Þannig að bíl, check. Tilbúin. Ég var fast. Ok, opna. Svo. Já, þá sit ég að fara að edita þetta myndband. Myndavél mín er greinilega dauð, þannig ég þarf að hlaða hana í nótt svo ég geti gert september reset á morgun. Ég er orðin ógeðslega spennt að bara, já, ég veit ekki, ég er svo ykt með svona hluti. Ég er bara ógeðslega spennt að bara plana vikuna og æfingarnar mínar og setja með markmið fyrir mánuðin. Ég veit ekki ennþá hverju þau vera, örugglega svipuð og alltaf, en þú veist, já, mér langar bara svona að fara yfir markmið mín og já, ég get náttúrulega ekki fara að sofa en allt þetta handurhreint hérna, þannig ég ætla að drífa mig, klára þetta vídeóið og ég sjálf bara bráðum. Ég reyna að setja svona annarkvort hverju viku, kannski aðra hverju viku og bara svona svo þið getið fylgt mér út mánuðin hvernig mér gengur að halda mér við markmiðin og bara svona, ég veit ekki, mér er svo gaman að vlogga á haustinn. Þannig að við sjáumst bara bráðum. Takk fyrir að horfa og muna að setja thumbs up ef ykkur fannst það skemmtilegt vídeo, subscribe-ið ef þið fylgist með mér en eru það ekki subscribed. Ok, bye!